Þetta hérna er splunkunýr Mazda MX-30 100% rafmagnsbíl frá Brynborg. Þetta er aðeins öðruvísi bíl, þið sjáu það hérna. Ef við byrjum á því að kíkja aðeins á bílinn, þá sjáum við það að hann er pínu öðruvísi í laginu. Þessi bíl, hann fekk Red Dot hönnunarverðlaunin árið 2020 og þið sjáu hérna eins og brettakantana hérna og dekkin hérna. Manni gæti fundist kannski dekkin vera pínu snollu hérna inn í þessa hjólaskál, en þetta eru samt 18 tómmu felgur sem er staðbúnaðar á þessum bíl. Þið sjáu hérna sem sagt lagið á þessum bíl. Við erum að tala sambland af svona, hvað maður að segja, Mazda CX-30, Mazda CX-3 og jafnvel maður sér pínlítið af þristinum hérna líka. Þessi bíl, hann kemur í 3 útfærslum hjá Brynborg. Það er Sky og sá bíl er á bilinu 3.9 og 8.10 og svo er hægt að fá milliútgáfu sem heitir First Edition og síðan er hægt að fá Cosmo-bílinn sem er dýrasta típan með mesta búnaðinum. En samt eru þessi bílar mjög svipaðir. Nú, flestir sem spyrja út í rafmagnsbíla, þeir byrja alltaf á því að spyrja kemst þessi til Akureyrar? Já, hann kæmist til Akureyrar en það þyrfti að hlaða hann á leiðinni. Dragnin á þessum bíl eru 265 km og þá er miðað við borgarakstur. Ef við erum að keyra sem sagt í strjálbíli, þá erum við að tala kannski 200 km dragni samkvæmt VFLGP-staðlinum. Nú, þeir segja það, og það eru rannsóknir sem sýna það að meðal Íslendingur, hann er að aka svona cirka 40 km á dag. Þannig að það er alveg sama hvaða rafmagnsbíl við myndum kaupa, hann nægir okkur. Við erum bara að fara inn í nýja hugsun í akstri og við verðum að stilla okkur inn á það. 200 km dragni í strjálbíli og 265 í innanbæjarakstri er yfir nóg fyrir venjulega notkun á svona bíl sem er hannaður sem borgarbíl. Nú, þessi bíl, hann er 1650 kg, hann er örlítið þyngri kannski heldur en samkeppnisaðilarnir, en ef við tökum þessa helstu samkeppnisaðila, þá erum við að tala eins og MG ZS bílinn og við erum að tala E2008 bílinn. Það eru rafmagnsbílar sem myndu kannski vera að keppa við þennan. Nú, svo eru fleiri á leiðinni sem að koma innan skams í akkurat þessum flokki. Nú, það er rosalega gott að keyra hana bíl. Maður situr vel og það er sammerkt með flestum þessara nýju rafmagnsbíla. Það er óbúslega gott að aka þeim. Maður situr vel, maður horfir vel út og það má segja að það sé búið að sníða af þeim svona flesta þá galla sem að menn hafa verið að finna í gegnum árin í hinum bílunum með hraunbrunavélunum ef að svo má orðið komast. Hæðin undir lægsta punkt er 15,7 cm og það gerir það verkum við getum kallað hana bíl svona lítinn crossover. Ég ætla aðeins að tala rafhlöðuna. Við erum með 35,5 kWh rafhlöð og eyðslan á henni er svona cirka 18 til 20 kWh á 100 km. Já, hér er farangurinn minn. 366 lítrar og það er hægt að fella sæti niður 40-60 sem gera verkum að þá er maður með allt upp í tæplega 1171 lítra af geymsluplássi hérna aftur í þessum bíl. Ég var að segja það, skottið er mjög flott í þessum bíl. Miðað við hvað bíllinn er í rauninni samanþjappaður, eða manni finnst það þegar maður horfir á hann, að þá er plássið ákaflega skemmtilega hannað í þessum bíl. Takk eftir á mörgum þessara rafbíla í dag, þá er þetta allt orðið svona hringlaga ljós. Þannig að það fer svolítið aftur í tíman og þetta er náttúrulega LED eins og allt í þessum rafmagnsbílum. Mjög smart. Ekki veit ég hvort að Japanin hafi hannað þennan bíl fyrir meðal Íslendinginn.
en hann allavega með 1,5 hurð hérna og það sem að gefa manni mest á óvart að hér alveg dúndur pláss og rosa gott að setjast inn í. Maður situr mjög vel og það mjög fínt að stíga út úr þessum bíl. Það kannski pínu öðruvísi þegar maður opnar þennan kettling hérna eða kálf, eins og maður myndi kannski kalla þetta, og ef maður ætlar að skvísa sér hann aftur í þá þetta plássi sem maður hefur, kannski sæti hérna komið aftur í eðlilega stöðu. Höfuðplássið allt í lagi. Maður gæti kannski fengið smá svona innlokunarkennd þegar að búið að loka hurðinni, en hérna sjáum við í raun og veru hvernig bíllinn er hannaður. Það nóg pláss hérna, alveg yfirdrifið og mjög flott, og við erum með alveg þrælfínt skott. Hér kannski ekkert ætlast til þess að sé verið að sitja mjög lengi og langar vegalengdir, en þetta bara allt í lagi. Hann sem sagt lítill hér, svolítið þjappaður. Hann fínn hérna, mjög stór og þægilegur, og það alveg glettilega gott að stíga út úr bílnum hérna úr aftursætinu. Við þurfum að setja þennan bíl í samband og hér fer það allt saman fram. Ef þú hleður hann heima, bara með því sem fylgir honum, að þá erum við að tala frá 3 upp í 5 tíma til þess að fá hann fullaðinn, eða frá 20 til 80%, það sirka 3 tímar, og ef þú ætlar að hlaða hann alveg 100%, þá erum við að tala kannski 5 klukkutíma. Ef þú ferð á hraðhleðslustöð, þá ertu ekki nema 36 til 40 mínútur að hlaða bílinn. Þannig að það bara puls og kók og ís, jafnvel eða eitthvað svoleiðis. Við erum staddir hérna við rætur Öskjuhlíðar og það mjög gott pláss hérna til þess að einmitt að reynslaka bíl. Og svona það fyrsta sem að kemur upp í hugan þegar maður að agga þessu, að það hvað hann rosalega mjúkur allur. Það virðast margir rafmagnsbílar eiga það sammerkt að vera mjúkir. Hröðunin, hún ótrúlega góð í þessum bíl. Þú stígur orkugjöfin og hann tekur við alveg undir eins. Mér langar svolítið til þess að aðeins að segja ykkur frá búnaðanum í þessum bíl. Mazda MX-30 kemur í 3 útgáfum. Hún að koma sem sagt Sky útgáfa, First Edition og Cosmo. Sky útgáfan mjög vel búin og við erum að tala til dæmis eins og bakmyndavél, við erum að tala loftpúða hérna út allt. Það loftpúði hér, það loftpúði í hlíðunum, það loftpúðin fyrir hnén og það loftpúða gardínur. Við erum með blindbletta viðvörun hérna. Þú veist, það lætur maður vita ef hugsanlega ekki bíll sem við sjáum í speglinum. Það ökumannsvaki án þess að vera með 360 gráða myndavél í þessari típu, og þá skynjar hann gangandi vegfarenda. Hann með skynjurum bæði að framan og aftan, og í þessum bíl sem staðalbúnaður varmadæla, og hún mjög athyglisverð fyrir margra hluta sakir. En varmadæla, hún nýtir loft inn í bílinn fyrir miðstöðuna, bæði til þess að hita og kæla, og þetta að gerast á bilinu -5 gráður og upp í 15 gráður, sem svona sá hiti sem við erum kannski oftast í hérna á Íslandi, og þetta getur dregið úr eyðslu og orku allt 15%, eða kannski 30 kílómetra af heildardragni bílsins, sem svolítið merkilegt. Og þetta finnst mér vera svolítið svona töff við þennan bíl. Nú, fyrir hverju þessi bíl? Já, við erum að tala að hann kostar frá 3.980.000 og upp í svona tæpar 490 minnum, og þetta fyrst og fremst borgarbíl. Þetta bíl sem hentar kannski sem annar bíl á heimili eða aðalbíl. Hann mjög rungur þessi bíl, og það alveg nóg pláss fyrir
þess vegna 3 krakka hérna aftur í og alveg hellingspláss í skottinu, þannig að hann myndi nýtast vel sem bara fjölskyldubíl fyrir þessa vísitölu fjölskyldu og hérna einnig náttúrulega sem fyrirtækjabíl fyrir fyrirtæki sem vilja vera grænni og hérna standa sér betur í umhverfismálum. En ef við ökum aðeins af stað þá, eins og ég sagði, þá hann mjög mjúkur, hann mjög þægilegur í akstri þessi bíl. Það fyrsta sem maður tekur eftir í honum það eru sætin. Þau eru ákaflega þægileg, þau halda mjög vel við, það góður bakstuðningur og setan, hún passar akkurat fyrir rassinn á mér og hann ekkert nein smá smiði. Og það annað sem maður tekur eftir að þó að þessi bíl sé ekki nema, kannski miðað við aðra rafmagnsbíla, 145 hestöfl, að þá tekur hún alveg rosalega vel við, algjörlega nægjanlega vel við, því að því ætti hann að þurfa svona venjulegur borgarbíll að taka eitthvað meira við heldur en að komast í 100 km sem að reyndar má ekki á Íslandi, það má ekki keyra upp í 100 km, það bara 90, en það tekur hann bara 9,7 sekúndur að fara upp í 100, sem alveg yfirdrifið nóg fyrir svona bíl. Stýrið á honum, það nákvæmt, það svarar mann alveg undir eins. Fjöðrunin sérlega þægileg og hún svona svolítið sérstök hjá Mazda. Þeir hanna það að markmiði að bíllinn leggist ekki í beygjurnar, hann sé stöðugur og hann bara mjög þægilegur, hann mátulega stífur, hann ekki hastur þessi bíl. Hins vegar þá getur það við fundum það áðan þegar við vorum að keyra að fórum yfir hraðahindrun og það var smá stífni þar, en það geti verið svona til þess að halda þessum sportlegu eiginleikum uppi.